Örlygur bað mig semst að halda fyrirlestur hérna á þessum stað farsímatækni og þá kannski af mörg að taka. En svo ég skýri nú kannski aðeins minn bakgrunn. Þá ég semst menntaður í rafmagnsverkfræði og með sérnám á fjarskiptasviðinu og vann á sviði fjarskipta- og staðsetningartækni í 10 ár hjá háskólanum eftir að ég lauk námi. Síðan fór ég til Símans og vann þar að rannsóknum á sviði fjarskipta í 15 ár allavega og síðan vann ég hjá Símanum og smávegis hjá Mílu og hjá Skiptum í 3 ár, þannig að ég var 18 ár þar. En síðan 2015 þá fór ég aftur til háskólans og núna lektor í fjarskiptum við rafmagns- og tölvuverkfræðideild. Það náttúrulega eins og ég sagði, mjög mörg að taka þegar við segjum farsímatækni. Og ég hef valið nokkur svið til að segja ykkur frá. Sum eru kannski skemmtileg og önnur eru ekki alveg skemmtileg. Ég ætla að hvetja ykkur til að spyrja bara jafnóðum. Það allt í lagi þó að það fari tími í spurningar, það bara betra kennslufræðilega. Ég að læra svolítið í kennslufræði núna. Og þá reyni ég bara að hoppa yfir leiðilegu glærurnar til þess að halda þessu á tíma. En farsími, ef við horfum bara á það sem við köllum oft farsíma, það þá tólið, notendabúnaðurinn. Þá þetta tæki sem kom fram í fyrra, það ekki, ef maður rétt. Og það með 2 vídeómyndavélar. Það með staðsetningartæki og það tæki getur tekið GPS, GLONASS, rússneska kerfið og kínverska kerfið Beidou. Það farsímaradio á 800 MHz að ég held, 850, 900, 1800, 1900, 2100, 2500 MHz. Það sendar og viðtæki inn í þessu tæki fyrir öll þessi tíðnisvið. Já. Þá að tíðnitaflan yfir sjónvarpstíðnirnar, það búið að klippa þar niður 790. Það voru upp í 860. Já, 700 MHz kemur inn núna. Þeir töluðu að það væri sko farsími kemur. Já. Þannig að 700 MHz bandið bætist við, það ekki ennþá komið inn í þennan síma, en yngri bræður hans munu upplifa það. Já, en það ekkert vit að hafa sjónvarp í loftinu, það á heima í jörðinni. Þetta var allt öfugt hérna í gamla daga. Það var síman í jörðinni sem þarf enga bandbreidd, en sjónvarpið í loftinu sem þarf rosa mikla bandbreidd. Og þess vegna það góð þróun að þetta hafi snúist við. Nú, Wi-Fi radio, það líka innbyggt inn í þetta á 2400 og 5200 MHz með sínum sérstökum prótókollum. Þetta náttúrulega GSM-tæki, UMTS, 3G og LTE, 4G. Það blátannaradio líka, 2400. Það sem kallað Near Field Communications. Það hröðunemi, gírónemi, námundarnemi og ég veit ekki, kannski eitthvað meira í þessu. Þannig þið sjáu hvað ótrúlega mikið búið að byggja inn í svona lítið tæki. En fyrsta verkefni mitt sem verkfræðingur það var 82, að þá fékk ég að taka þátt í að reyna að smíða GPS-tæki. Það GPS-tæki hefði orðið eins og álíka hátt á þetta borð, sennilega álíka djúpt og breiddin eitthvað hingað. Það hefði orðið stærðin af því, en þá reyndar vissum við alveg þróun tækninnar og við sögðum einn góðan veðurdag þá fáum við GPS-tæki sem kemst í brjóstvasa, verður eins og sígarettupakki. Þá notaði maður enn referens sem sígarettupakki. En
Síðan gerðist það bara 1990. En sem sagt þessi þróun út af náttúrulega þróuninni í hálfleiðaratækninni. Nú, ef við förum smá yfirlit þennan fyrirlestur sem ég ætla að halda, þá ætla ég aðeins að tala sögu farsímans og aðeins að segja ykkur frá svona gögnum útbreiðslu hans í heiminum. Síðan eru þessi grunnatriði farsímatækni, innviðir, farsímakerfa, sellur, kerfishlutar, loftnet og mótunartækni. Síðan meiningin, ef ég hef tíma, að tala svolítið það sem kallað fjölvun á íslensku, eða diversity á ensku. Og það sem skylt því þessi MIMO-tækni, multiple input, multiple output, sem svona búin að vera nokkur bylting í radiotækni. Og svo ætla ég enda á að tala 5. kynslóðina. Og það kannski gagnamagnið og seinkunina og sjálfvirka bílaumferð að lokum. Saga farsímans NMT, það kom fram 81 og var sett upp hér 86 á Íslandi. Það var hliðrænt kerfi, fyrsta kynslóðin sem sagt, og var á 450 hérna á Íslandi. Og þetta var bara talþjónusta. GSM kom fram 92 og var rekið hérna á Íslandi frá 94 til dagsins í dag og lengur. Og það stafrænt kerfi á 900 og 800 MHz. Nú, það sem sagt tal- og SMS-þjónustan sem var svolítið svona að mér skilst bara tæknimennirnir byggðu það inn í kerfið sem héldu að það geti verið sniðugt að hafa það, en svo sló þetta algjörlega í gegn hjá fólki. Síðan kemur 3G, það byggt á tækninu kölluð UMTS, þessi sem var notuð hér í Evrópu og miklu víðar. Þetta kom fram 2002 og byrjaði hér 2007 og ennþá í miklum gangi. Stafrænt kerfi á 900 og 2100 MHz. Það náttúrulega tal og gögn og staðsetning fylgdi tækjunum, myndavél og síðan komu mjög hraðvirk gögn með HSPA þjónustunni. Þá tölum við 3,5G. HSPA á Íslandi núna 21 megabit eða hvað. Og síðan 4G, það kemur fram 2009, sett upp hér 2013, staðrænt gagnaflutningskerfi á 800 og 1800 og sennilega 2500 líka í útlöndum. Og það bara gagnaflutningskerfi, takið eftir því. Það ekki gert ráð fyrir neinni sérstakri rás fyrir tal. Það ekki rásaskipt eins og hinn kerfin eru. Þannig ef við ætlum að tala í gegnum 4G, þá verðum við að breyta talinu í gögn og senda það sem gögn kerfið. Síðan það 5G og þá vissi ég ekki alveg hvaða mynd ég ætti að birta, en ég birti þessa hérna flottu mynd á loftnetsturni sem með rosalega mörgum loftnetum. Það það sem verður svolítið einkennandi fyrir 5G, það verður alveg gríðarlega mikið af loftnetum og mikið af sellum. Það kemur fram 2022 og þetta bara það sem ég sjálfur að giska á og ekkert meira að marka það heldur en eitthvað sem þið giskið á. Rekið á Íslandi 2027 til 2058, okkur 2058, þá ég 100 ára. Stafrænt gagnaflutningskerfi á þessum tíðnisviðum og þið takið eftir, það hérna, við erum komin ennþá nær, búin að taka ennþá meira af sjónvarpinu. Konur í 500, 2,5, 3,5, 7, 60 GHz, 80 og 220 GHz. Þetta bara algjörlega birt án ábyrgðar og ekki meira að marka það. Nú aðdragandinn að LTE, eða 4G, hann sýndur hérna. Sem sagt, í upphafið þá voru þetta mörg kerfi. Fyrstu kynslóðakerfin voru hérna Sierra amerískt, Sierra evrópskt og svo framvegis. Og svo kom önnur kynslóðin, þá hérna DAMS, eitthvað sem hét PTC, GSM, IS-95, þróaðist yfir í 3. kynslóðakerfi sem eru hér, Wideband CDMA sem var þetta evrópska, TDS CDMA, CDMA 2000 sem var þetta ameríska
og síðan þróaðist þetta áfram hérna yfir í svona skrýtnar skammstafanir, High Speed Packet Access. Ég held að þetta TDD hafi aðalega verið notað í Asíu og hérna Evolution Data Only, það rétt munað hjá mér? Og síðan kom WiMAX þarna inn sem var svona önnur rás í stöðluninni og hefði getað orðið 4G-kerfi, var 4G-kerfi eiginlega, en það átti ekki alveg upp á pallborðið. Þetta rann síðan allt saman í þetta LTE sem stendur fyrir Long Term Evolution og það sem við köllum 4G. Strangt til tekið reyndar, að þá það LTE sem við erum með hérna á Íslandi og víðast hvar í Evrópu, það ekki alveg 4G. Það sagt vera 3,9G. Við getum tekið þennan stól. Og þarna eitt. Já, það vegna þess að það fullnægir ekki alveg öllum þeim skilyrðum sem að Alþjóðafjarskiptastofnunin var búin að setja 4G. Til dæmis átti það að vera gigabit á sekundu til kyrrstæðra notenda. LTE nær ekki nema mestalagi 150 megabitum. Síðan þróun á LTE sem heitir LTE Advanced. Það verður alveg fullt 4G og það komið í notkun sums staðar. En svona ykkur að segja, farið ekki með það lengra, þá held ég að þetta hungur eftir gagnamagni, að það sé að verða því fara að ljúka. Maður þarf ekkert 100 megabita beint inn í vasan á sér. Nei, það verður engin neitt við það að gera. Nú, ok, ef við skoðum aðeins á markaðinn, í heiminum fyrir farsíma, og sjáum við að þetta var september 2016. Þetta Ovum sem að gera þessar kannanir og 5G Americas vefsíðan, hún birtir þær. Og það komin 7,5 milljarðar farsíma áskrifta í heiminum. Reyndar eru sumir með fleiri en eina áskrift, en þið sjáið samt fyrir ykkur hvað þetta ofboðslega stór hluti af íbúum jarðarinnar. Það GSM 42,5%, HSPA sem 3G 30%, LTE sem 4G 22,4%. Og þetta vex mjög hratt, þetta reyndar ennþá að vaxa. En þetta að minnka, CDMA að minnka og þetta að minnka. Við sjáum það hérna, að þetta þá spá lengra fram í tíman, alveg til 2021. Og mín spá að 5G kom ekki fyrir 2022. Kemur alveg fram hérna, þið sjáu hvergi 5G hér. En þá LTE orðið langstærst, 4,3 milljarðar og 3G HSPA ennþá mjög stórt, en GSM hefur farið mjög minnkandi. Núna það eitthvað 8 milljarðar, það ekki? Þessi nálægt 8. Og síðan sjáum við hérna 2016 útbreiðsluna eftir svæðum. Hér þá Ástralía og Nýja-Sjáland og Austur- og Suðaustur Asía með 56% af 4G notkuninni eða áskriftunum. Norður-Ameríka með 17%, Vestur-Evrópa hérna með 11% og Austur-Evrópa bara með 3%. Svo getum við haldið áfram að fabúlera þetta og við sjáum að GSM, að það minnkar frá þessi guli þriðji ársfjórðungur 2015 og græni þriðji ársfjórðungur 2016. Þið sjáum að GSM minnkar verulega og þið sjáum að
LTE vex alveg gríðarlega mikið og meira að segja 3G eða HSPA er líka í vexti ennþá. Nú, svo ég segi ykkur aðeins námskeiði sem ég kenni í háskólanum sem heitir þráðlaus fjarskipti og er að stórum hluta farsímatækni. Þá nota ég þar bók sem heitir Wireless Communication and Networks eftir indverska konu sem heitir Upena Dalal og það er svolítið skemmtilegt við þessa bók hvað hún er ódýr, hún kostar 2500 krónur. En í henni er nokkurn veginn allt þessa tækni. Þetta er kannski ekki fallegasta bók í heimi og fullnægir sjálfsagt ekki öllum formkröfum en ég hef ekkert fundið mikið af villum í henni. Hún lítur svona út. Þannig að þið vitið af henni, hún kostar mjög lítið og hún hefur fengist þarna í bóksölunni. Kannski fæst hún ekki lengur, ég veit það ekki. Nú, hvaða fræðasvið koma nálægt farsímatækni? Það er allt þetta hérna. Sem sagt, upplýsingatækni og kóðun, fjarskiptafræði, stafræn merkjavinnsla, útbreiðsla radíóbylgna, sellufræðin sem er náttúrulega bara sem eru farsímafræði, stærðfræði, líkindareikningur, merki og kerfi og þetta sem sagt þráðlausu fjarskiptin byggja á þessu öllu. Og ef við horfum upp á grunnlíkan af þráðlausum fjarskiptahlekk, það er að segja, ef ég myndi hringja hérna frá mínu símtóli og ég Guðna sem situr þarna, þá á sér stað ferli sem lítur svona út. Við erum með upplýsingalind sem er þá bara munnurinn á mér eða kannski heilinn á mér og síðan fara upplýsingarnar og eru kóðaðar, það eru fyrst gerðar stafrænar og það eru kóðaðar sem sagt með ákveðinni kóðunaraðferð sem kölluð lindarkóðun. Síðan ef við viljum þá eru þær dulkóðaðar og síðan tekur við önnur kóðun sem heitir rásarkóðun. Og sú kóðun felst í því að aðlaga upplýsingarnar að fjarskiptarásinni sem við erum að nota. Þannig að þessi kóðun getur verið mismunandi eftir í hvort við erum með fjarskiptahlekk yfir ljósleiðara sem koma sjaldan fyrir villur eða fjarskiptahlekk í gegnum radíó þar sem er oft eða getur verið mjög mikil villulíkindi. Og þá þurfum við að hugsa það að það sem eru mikil villulíkindi, þá þurfum við að setja upp skema sem getur leiðrétt villur, bæði skynjaðar og leiðréttar. Meðan að fjarskipti við ljósleiðara geta gjarnan verið þannig að það þarf bara einfalda villutékkun. Nú síðan eru gögnin mótuð upp á háatíðni og sendi í gegnum rásina og síðan gerist eiginlega það öfuga í viðtækinu, móttakaranum. Og þetta endar hérna inn í heilanum á viðtakandanum. Nú, ég þarf kannski ekki að tala mikið meira þessa mynd eins og það sem kemur hér á þessari glæru, þannig að ég hleyp bara yfir hana. Nú, bandbreiddin sem er til reiðu, hún skiptir mjög miklu máli. Og það má segja það að bandbreiddin, hún er takmörkuð auðlind í radíói. Vegna þess að við höfum bara ákveðin tíðnisvið. Og fyrir farsíma er úthlutað bara ákveðnum tíðnisviðum og þegar úthlutað þá er alltaf úthlutað ákveðinni bandbreidd. Okay? Þú færð 5 MHz á 900 MHz bandinu. Þannig eru þessar úthlutanir. Og Póst- og fjarskiptastofnun á Íslandi sér þessar úthlutanir hér og hefur eftirlit með þeim. Og þetta þarf að vera svona vegna þess að við getum ekki verið á hvaða tíðnisviði sem er
og það er ekki nægilega mikið tíðnisvið, sérstaklega í útlöndum, til þess að allir geti notað þau eins og þeir vilja. Reyndar er kannski smá undantekning frá þessu. Það er þessi svokölluð ISM-bönd sem er eins og 2400 MHz. Þar megum við nota Wi-Fi og blátönn og þessi tæki bílskúrshurðaopnar og svo framvegis án leyfis. En þá verðum við líka að lofa því að senda ofboðslega lítið afl út. Því ef við sendum mikið afl út, þá truflum við alla hina sem eru að nota þessi bönd. Nú, tíðnirófið, það nær yfir nokkurn veginn allar tíðni sem merkið inniheldur og það er sem sagt einkennimerkið á grunnbandi og síðan færum við þetta grunnband upp og sendum það út á háu tíðni. Bandbreitin á merkinu þarf alltaf að vera innan þeirra rásar bandbreitar sem við höfum fengið úthlutað. Það er nauðsynlegt. Síðan eru alls konar flækjur í þessu. Það er eins og til dæmis með táknarhraðan. Við getum búið til úr tilteknum fjölda af bitum, til dæmis ef við erum með 3 bita saman. Þá getum við búið til úr því 1 tákn. Og til þess að geta sendt allar kombinásjónarnir 3 bitum, þá þurfum við 8 tákn. Þannig að þá erum við farnir að senda, í staðinn fyrir að senda 3 bita, getum við sendt 1 tákn. Þannig getum við sparað bandbreitina gríðarlega mikið. Og í DFB, video broadcast kerfunum, digital video broadcast kerfunum, að þá erum kannski send út, hvað erum við með, 256, er það ekki, Gunni, sem er algengt. Þá erum við með 8 bita per tákn. Þá sendum við bara 1 tákn, en í því eru innifaldir 8 bitar. Og það þýðir að við margföldum í raun og veru getu bandbreitarinnar. Þetta er notað í farsímatækni nútímans. Þetta er einn grundvöllurinn undir því að við getum haft svona mikinn hraða í farsíma. Það er þessi sellutækni, cellular technology, að hún felur í sér þessa innviða þætti, til dæmis hvernig skiptum við svæði í sellur, hvernig stjórnum við tíðnisviðinu innan þessara sella og milli sellana og svo framvegis. Farsímakerfi hefur almennt þennan strúktúr hérna, það er miðstöð, hún er sameiginleg fyrir marga notendur og hún inniheldur skiptistöð, það sem er svissa á milli símtala, radíósendi og viðtæki. Svo er það notendabúnaðurinn sem þið þekkið náttúrulega vel, hann þarf að taka á móti merkinu, hann þarf að hafa hljóðnema og til þess að geta numið talið sem við erum með, og hátalara og náttúrulega radíósendi og viðtæki. Nú eins og ég sagði, þá er farsíma svæðinu skipt upp í sellur í samræmi við þarfir og stærðirnar á þessum sellum, það er ákvarðast í raun og veru af 2 þáttum. Það er annars vegar af því hvað radíóið dregur langt í sellunni. Þannig við gætum alveg verið með sellu sem er kannski með radíus upp á 10 kílómetra. Ef það er nógu góð útbreiðsla innan hennar. Til dæmis ef við værum með loftbelg, það er ein hugmyndin, setjum bara sellu í loftbelg og þá nær hann yfir alveg rosalega stórt svæði. Þess vegna bara allt Suðvesturland til dæmis. En þá náttúrulega komum við að hinni takmörkuninni, sem það er hinn hlutin sem getur takmarkað stærð á sellu. Og það er hvað margt fólk sem notar hana. Og þið hafið hugsanlega lent í því að vera til dæmis niður á Austurvelli þegar er margt fólk á 17. júní eða mótmæla eða eitthvað, þá getið þið ekki hringt. Vegna þess að þá teppist kerfið. Þá er sellustærðin í raun og veru of stór til þess að anna öllu þessu fólki.
Nú það er svona gerð selluáætlun við hönnun á svona kerfi, kölluð cell planning á ensku, og þetta er gert í hönnunarfasa farsímakerfisins. Og svo er þetta náttúrulega þessu breytt og þetta er lagað til eftir reynslu. Og núna í dag náttúrulega þá er þetta gert með aðstoð á hugbúnaðartóla mjög mikið. Sellan er sem sagt grunnlandfræðileg eining í farsímakerfi. Og það sem við sjáum alltaf á prenti sellurnar er að það eru svona 6 strendingar. Af hverju eru það ekki hringir? Það er svo sem kannski ekkert endilega auðvelt að svara því. Það er miklu, ef við höfum hringi, þá myndast alltaf auð svæði á milli hringjana. Þegar við teiknum þá upp. Og þá er kannski ekki vitað hvernig á að dekka þau svæði. Það er auðveldar að hafa þetta 6 strendingar, það eru engin auð svæði. En þetta er í raun og veru bara teoretist, vegna þess að selluformið ákveðst svo mikið af umhverfinu. Og síðan hérna sjáum við teikningu af sellunum, þessum 6 strendingum, og síðan eru þessar sellur látnar mynda klasa. Og klasarnir eru valdir eftir ákveðnu formúlu, og hér er klasi með tölunni 7, það er hægt að velja aðrar tölur líka. Og þetta n það ákvarðast af þessari jöfnu hérna, þar sem að I og J eru ykkur heiltölur. Í þessu tilviki er I jafnt og 2 og J jafnt og 1. Og þetta kemur reyndar, þessi strúktúr, hann kemur inn á endurnýtingu tíðnanna í GSM. Þá væri okkur óhætt, ef ég manni þetta rétt í þessum strúktúr, þá getum við farið hérna, sem sagt, 1, 2, og 1 til hægri, og þá væri þessi hérna, sella sem væri hér, mætti vera á sömu tíðni og þessi hérna. Ég ætla ekki að fara nánar út í þau fræði. Já, þarna er þetta sýnt reyndar. Það er hins vegar þetta gildir mest GSM. Í UMTS, að þá er notuð tækni sem heitir Wideband CDMA, þar sem að aðskilnaðurinn á milli tækja, hann fer ekki fram í tíðni, heldur fer hann fram í kóða. Það er kallað Code Division Multiple Access. CDMA stendur það fyrir. Og þá geta í raun og veru allir verið á sömu tíðni og sendt út á sama tíma, en vegna þess að þeir hafa mismunandi kóða, að þá geta þeir aðgreint sig hver frá öðrum. Og það náttúrulega ofboðslega mikil fegur í því fólgin í UMTS, í þessari CDMA tækni, að geta þetta. En þetta hefur líka galla, þetta hefur til dæmis þann galla, að þegar mjög margir eru að nota eina sellu, að þá er eins og að suðið í sellunni hækki. Og ef að suðið hækkar, þá minnkar langdrægnin í sellunni, og síðan þegar notendum fækkar aftur, að þá eykst langdrægnin. Og þess vegna var þetta sagt að sellan andi. Hún víkkar út og dregst saman eftir fjölda notenda. Og síðan í 4G, að þá er það allt á sömu tíðninni, er það ekki, Kalli? Meira og minna. Þar er það reyndar ekki þessi CDMA-tækni sem er notuð, heldur er það önnur tækni sem heitir OFDM eða OFDMA. Ég ætla kannski að segja örfá orðum hana eftir hlé líklega. Og þetta er ég nú sennilega allt búinn að segja. Síðan geta sellur verið mismunandi stærð svona í eðli sínu. Það er talað um makrósellur. Það eru bara þessar sellur sem við erum vanir að nota þegar við erum ykkur stóra víðavangi eða á götunni eða eitthvað. Síðan eru það mikrósellur. Það eru settar upp á fjölmennum stöðum. Stundum er það til bráðabirgða. Er það mikrósellur sem eru settar upp á þjóðhátíðinni í Vestmannaeyjum? Nei, það er makró. En píkósellur, þær væru settar upp innanhús, til dæmis í Kringlunni,
eða hvað? Eða væri það mikró? Ok. Svo var einu sinni voða mikið talað um femtósellur. Hafið þið heyrt um þær? Það var sú hugmynd að fólk setti upp svona farsímasellur bara inni hjá sér. Hjá þér? Já. Gæti verið ráð að setja þá upp femtósellu inn í húsinu? Fræðilega já, en í praktík þá er eiginlega engin, það er ekkert gert ráð fyrir því í kerfunum. Er það nokkuð, Kalli? Já, já. Þú voru bara að tala við þinn þjónustaðila, láta það bæta þetta. Já, já, og svo náttúrulega sumt fólk kvartar yfir því að það næst ekki niður í kjallara, inn í þvotahúsi, gluggalausu herbyggi og niðurgröfnu. En þannig er bara eðlisfræðin í þessu. Jú, í útlöndum hafa þær verið seldar. Menn áttu von á miklu meiri upptekt af þessu. Nei, þá eru sellur sem eru fæddar með sérstöku loftneti eða sérstökum aðferðum sem dekka jarðgöngin. Það er eins með útvarpið. Meira að segja GPS sumstaðar í jarðgöngum. Þá er sett upp gervitungl. Kallað pseudolights. Við skulum ekki fara út í það. Sellustar, þetta er dálítið athyglisverð glæra finnst mér. Farsímakerfi hafa þróast á sirka 45 árum. Á þeim tíma hefur getað þeirra vaxið það bil milljónfalt. Og hvernig er það tilkomið, þessi tala milljón? Það er 25 sinnum vegna nýrra tíðnibanda sem hafa komið til sögunar. Það er sirka 5 sinnum vegna nýrrar tækni sem leyfir það að skipta tíðniböndunum upp í þrengri tíðnibönd, nýta tíðnirnar betur. Ný mótunar- og fléttunartækni og kóðunartækni, þetta sem ég var að tala áðan með táknin, að það gefur það bil 5-falda aukningu. Afgangurinn er vegna uppskiptingar þjónustusvæða í sífellt minni og minni sellur. Og ef við reiknum út milljón deilt með hinu hérna, þá fáum við sirka 1600 sinnum. 1600 sinnum hefur getan vaxið vegna þess að sellurnar minnka. Og ef ég hef tíma þá ætla ég að sýna ykkur dæmi 5G sellur, hvernig þetta virkar þar á eftir. Nú, 5G, ef ég tala aðeins það, 5G og fastlínukerfi er í raun og veru óaðskiljanlegt. Vegna þess að í 5G þurfum við svo margar sellur og obbann af þeim þurfum við að tengja með fastlínu, með ljósleiðara. Það er reyndar hægt að tengja eitthvað af þeim með þráðlausri örbylgjusamböndum, en þau hafa ýmsar takmarkanir, til dæmis ef það keyrir bíll fyrir inn í geislann, þá dettur sambandið niður. Það er ekki mjög ópraktískt. En í Reykjavík, ef við tökum farsímasenda alla og með svokölluðum sektorum eða geirum, þá er þetta svona 700 til 900 stykki. En það eru sirka 100.000 Wi-Fi sendar heima hjá fólki og í vinnunni og út allt. Og þeir eru á sítengdri fastlínu sem að viðskiptavinirnir borga fyrir, og það er voðalega ólíklegt að það verði einhvern tímann þannig ástand að það borgi sig að fara að keppa við það. Vegna þess að fjárfestingar í fjarskiptatækni eru miklar. Það þarf mikla peninga. Og nú þegar, og það kom fyrir 2-3 árum, það kom Wi-Fi á 60 GHz sem hefur 9 GHz tíðniróf
og hraðinn getur alveg verið óskaplegur. Mér minnir 7 gigabitar á sekúndu. Og ég ætla að láta hérna, sýna ykkur hérna dekninguna þá á hérna Wi-Fi sellunum, miðað við dekninguna á farsíma sellunum. Jú, það gerir það. Og það er að hluta til af því að á hérna 2400 MHz bandinu, að þá eru rásirnar þannig að þær skarast. Það er rosalega astnælegt. En á 5 GHz bandinu, þá skarast þær ekki. Þannig það er miklu betra að vera með Wi-Fi þar ef þið getið. Þannig að ef þið eru með vandamál á Wi-Fi heima hjá ykkur, þá fáið ykkur 5 GHz accesspunkta. Það verður allt annað líf. Og það er líka að hluta til af því að 5 GHz berst ekki eins vel í gegnum veggi og dofnar hraðar með vegalengd, þannig að truflanirnar koma síður til skjalanna. Það er eiginlega line of sight, en á móti kemur að það er þessi nýja tækni, þessi MIMO-tækni, sem getur notað endurköst. Þannig að ef þið eru með Wi-Fi á 5 GHz í herbergi, það er ekki alveg sjónlína, þá er samt mikill séns að fá endurköst af veggjónum og gólfinu. Jú, Wi-Fi er komið á 60, en það reyndar las ég einhvers staðar, var svolítið hugsað þannig að fyrir svona tækjaherbyggi, til þess að draga úr snúrufarganinu öllu, að nota bara Wi-Fi, nógu öflugt Wi-Fi í svona tækjaherbyggi til þess að tengja tækin saman. Og af því að 60 GHz líka hefur þann mikla ókost, en sumir segja líka kost, að þar er deyfingin í andrúmsloftinu alveg rís alveg upp úr öllu valdi. Það er vatnsmólekúl í andrúmsloftinu sem fari í einhvern resonans á þessari tíðni og deyfa radíóbylgjur alveg rosalega. Já. En það er allt í lagi vegna þess að öll þessi tæki þurfa að senda svo ofsalega lítið af gögnum. Þannig að þau bara pípa einu sinni og svo er búið að fullnægja þeim í 2 tíma. En hérna er mynd af kannski raunverulegri sellum. Sjáum hérna að þetta er mjög óreglulegt lag á þessu. En samt sem áður er módelið alltaf þessi 6 strendingar. Nú, kerfishlutarnir. Við ætlum að hafa kaffi korter í eða hvað? 10 mínútur í. Já. Já, ok. Þetta er leiðilegi hlutin af þessu. En ég ætla aðeins að segja ykkur af þessu, svo þið hafið meiri fróðleik. Sem sagt, það eru 3 megintegundir farsímakerfi. Það voru hliðrænu rásaskiptukerfin, eins og NMT. Þar var náttúrulega farsímatólið, þessu stóri hlunkur með rafhlöðinni, grunnstöð, fjarskiptastöð, base station, skiptistöð, switching office, local exchange. Og þarna á sér stað stjórnun, stýring, talning vegna reikningagerðar. Síðan komu stafrænu rásaskiptukerfin, GSM og UMTS. Þá er náttúrulega alveg eins og áðan, við þurfum tólið, við þurfum einhverja base stöð, grunnstöð, alveg eins og áðan. Hér er þetta kallað base transceiver station, held ég. Stýring, það þarf að stýra þessu, kallað base station controller. Og skiptistöð, switching subsystem. Og það þarf að stjórnum stýring og það þarf að telja vegna reikningagerðar. Af því að farsíma fyrirtækið, það er náttúrulega að þessu til þess að geta sendt okkur reikninga. Síðan kemur 3. tegundin, það er þá stafræn pakkaskiptkerfi, GPRS, HSPA, LTE eða 4G, sem er eingöngu
alltaf pakkaskipt, eins og ég sagði áðan. Pakkaskipt, hvað þýðir það? Það er mjög góð analógía til sem að felst í því að tala um póstþjónustuna. Ég ætla að senda honum Kristni félagi mínum pakka og Örlygur ætlar líka að senda honum pakka. Ég fer með pakkan út á pósthús og Örlygur fer síðan á eftir mér með pakkan út á pósthús. Það er samt ekkert garantí fyrir því að minn pakki komi fyrst til Kristins á undan pakka Örlygs. Og það er þannig í þessum pakkaskiptu kerfum. Það er eitt af vandamálunum í þeim. Þess vegna þurfa kerfin alltaf að vera að hugsa rétta röð á þessum pökkum. Það er sem sagt pakkaskipt kerfi. Og þarna þarf alveg eins og áðan alla þessa hluti. Hér er búið að bæta við þjónustu hnútpunkti, service support node, gáttar hnútpunkti eða gateway support node og náttúrulega er reikningagerðin í lagi. Þarna er svona mynd af þessu og ef ég man rétt þá er þetta bara GSM-kerfi. Og þið sjáu allar þessar skammstafanir en þeir sem vinna við þetta, þeir eru með þetta algjörlega á hraðbergi. BSC-in, MSC-in, BTS-in, HLR-in. HLR stendur fyrir Home Location Register, það er þá gagnabanki þá notendur sem eru í þessu kerfi, tilheyra þessu kerfi. Svo er Visiting Location Register, þá er það ekki þeir sem eru gestir inn í kerfinu. Ok, já. Og það eru þessi kerfi, væntanlega er það ekki sem að löggan fær að fara í þegar hún þarf að trakka einhvern farsíma, hvar hann hefur verið. Eða hvað? Ok, það eru gjaldkvöld. Það er sem þá þessi CDR, Call Detail Record. Það eru gjaldtökugögn. Og svo er tenging við símakerfið og þá er þetta gáttin sem ég var að tala um áðan. Og þetta MSC stendur fyrir Mobile Switching Center. Er ekki bara örfá svoleiðis í hverju farsímakerfi? Bara eitt og eitt vara eða? Já. 2 MSC hjá síman. Akkurat. Ok. Jæja, við skulum ekki dvelja lengur við þetta. Tökum 1 mínútu fyrir loftnet. Það eru 2 megingerðar loftneta notaðar fyrir grunnstöðvar, hringgeislandi í láréttu plani og líka stefnuvirk. Og þá eru þau, en öll loftnet eru stefnuvirk í lóðrétta planinu, þannig að þau beina geislanum að notendum en ekki senda hann eitthvað beint upp í loftið eða beint niður í jörðina. Og síðan eru þessi geirar eða sektorar og þeir eru þá búnir til með stefnuvirkum loftnetum. Farsímaloftnet eru gjarnan hönnuð þannig að þau horfa niður á við því geislinn stefnir frekar niður á við, eða þannig að geislinn stefnir frekar niður á við, kallað down tilting á ensku. Og þetta dregur úr skugga nærri loftnetinu. Svona skuggar eru þekktir í ratsjárheiminum, kallaðir cone of silence þar. Þannig að ef maður er beint yfir eða undir loftnetinu, þá heyrist ekkert. Loftnet fyrir grunnstöð eru valin til að henta aðstæðum samkvæmt mörgum atriðum. Það er stærð þjónustusvæðis, útlit nágrannasella, tegund loftnet sem er notað, hvað er mikið tíðni loftireiðu og svo framvegis. Og svo hafa margir áhyggjur af slæmum áhrifum af geisluninni frá farsímastöðvum og það vill þannig til að nálægt loftnetinu er oft mjög lítill sviðstyrkur. Og síðan þarf maður ekki að fara nema tiltölulega stutt í burtu og þá er náttúran búin að sjá til þess að deyfa merkið svo mikið að það hefur engin áhrif.
og fæstir kannski gera sér grein fyrir því að það að halda símanum hérna svona við hausinn á sér, að það skilar mörgum stærðargráðum sterkara sviði inn í hausnum á manni heldur en að vera nálægt ykkur í farsímastöð. Loftnet í farsímatólum, svo hætti ég. Þau líta svona út, oft eru þau kölluð PIFA, Planar Inverted F antenna, og þetta þá prentað á prentrásarplötuna, kallað PATS-antennur eða microstrip-antenna, og leiðandi hlutin tengdur í jarðlagið öðrum megin og loftnetstraumurinn þar lítill. Þetta leiðir til svipaðra dreifingar straums og spennu á loftnetinu og í hálfbylgju prentuðu loftneti. Loftnetið verður í resonans og kvartbylgju. Þannig að þá tekur það rosalega lítið pláss inn í farsímatólinu. Þannig að við reiknum út hérna kvartbylgju á 1 GHz. 1 GHz, það er 30 cm löng bylgja. Kvartbylgjan er þá 15 cm. En síðan bætist við að ljóshraðinn í efninu í prentplötunni, hann er miklu minni heldur en í loftinu. Þannig að þá getum við minnkað, þá er kvartbylgjan í efninu styttri heldur en kvartbylgjan í loftinu. Og þess vegna komast þessi loftnet fyrir inn í svona litlu tæki. Svo er reyndar hægt að leggja þau í einhverjum krúsitúlum og reyna að ná fram resonans á þann hátt, ef að maður er á lágri tíðni. Já, það er nefnilega ofsalega skemmtileg pæling. Sumir leysa það þannig að þeir eru með kannski fleiri en eitt loftnet á prentplötunni. Svo er til ákveðin strúktúr á loftnetum sem eru kölluð fraktalloftnet. Það voru Spánverjar sem að létu sér detta í hug að búa til þessi loftnet og voru að reyna að gera það framan af sjálfir. Það gekk svona ekkert mjög vel fyrirtæki hjá þeim, þeir voru að selja framleiðendum þetta. Þá datt þeim í hug, hættum bara að gera þetta sjálfur og látum framleiðendurna gera þetta undir læsens frá okkur. Við seljum þeim bara læsens að þessu. Og þeir eru alveg multimilljónerar í dag þessir. En það eru margir framleiðendur sem nota þessi fraktalloftnet. Og þau hafa þennan kost að sama loftnetið virkar vel á öllum þessum tíðnisviðum. Þá skulum við fara í kaffi núna. Mótunartækni, því hún er svona einn af grunnunum undir þessu öllu og skiptir rosalega miklu máli. Og ef við horfum á bara svona basic stafræna mótunartækni, við erum hérna með eitthvað gagnastraum sem er 0 og 1. Og þá er það sem kallað er amplitude shift keying. Þá er eitthvað sent þegar er 1 og ekkert þegar er 0. Þetta er ekkert svakalega praktískt, en samt notað stundum, þetta er einfalt. Svolítið praktískara er það sem kallað er FSK, frequency shift keying. Þá sendur ákveðin tónn þegar á að senda 1 og einhver annar tónn þegar á að senda 0. Til dæmis gæti þetta verið 1800 Hz og þetta 1200 Hz. En það sem er kannski mest notað, það er þessi svokallaða fasa líkling, phase shift keying. Þá er einhver sínusbylgja sem gengur svona hérna og fallega, en síðan er fasinn á henni allt í einu tekinn og alveg skipt hérna, eins og hér. Hérna frá 90 gráðum niður í -90 og hérna skipt svo framvegis. Þetta er kallað sem PSK. Og stundum að það er þetta með táknin, við getum verið með 2 merkistákn. Til dæmis er 5 volt annað táknið, táknar 1, og 0 volt eða 0,7 volt eða eitthvað svoleiðis er hitt táknið og táknar 0. Þarna eru bitarnir jafn margir úr táknin sem eru send. Við gætum líka verið með þetta, eins og ég var að segja áðan. Hér eru með miklu fleiri spennuástönd og það var til dæmis 1,4 volt og
nálægt því, það táknar 3 bita, 011. En 2,2 volt táknar 111. Og 5 volt táknar 010. Þannig erum við konum með 8 tákn og getum þá táknað 3 bita í hverju tákni. En það tekur alltaf bara vissa bandbreidd að senda táknin. Það er táknin sem skipta máli í bandbreiddinni. Og það er hægt að ganga svo langt í þessu að það er hægt að fara upp í 64 tákn og 256 tákn, 1024 tákn og jafnvel ennþá lengra. Og í DSL-tækninni, VAF DSL til dæmis, að þá erum við með alveg upp í 17 bita á tákn. Ef ég maður rétt. Og þá getum við reiknað út 2 í eldinu 17. Ég man ekki alveg hvað það er mikið. Þessi stafræna mótun, hún byggir svolítið á þessu hérna að við horfum á einhverja bylgju í þessu svokallaða komplexa plani, eða tvinntöluplaninu. Fasarnir eru þá svona punktar í því plani. Þá er 0 gráður, það er hérna, 90 gráður hérna upp, 180 gráður hérna og 270 eða -90 hérna. Og við ímyndum okkur að bylgjunni sé lýst með einhverjum svona vigri eða fasor sem snýst hérna alveg á fullu á þeim hraða sem að tíðni bylgjunnar segir okkur til um. Og síðan er það fasinn sem að getur hoppað til og frá sem að ákveður hvaða tákni verið að senda. Þarna erum við með 4 tákn. Hér erum við konur með bæði fasa og styrk. Þið sjáu að styrkurinn á hverjum punkti, hann er í raun og veru fjarlægðin frá 0 punktinum hérna, segir okkur til um styrkin á punktinum og hornið segir okkur til um fasan. Þá erum við að nota bæði styrk og fasa og þetta er kallað QAM, alltaf borið fram QAM. Quadrature Amplitude Modulation. Og hérna erum við þá með 16 QAM og hérna erum við með 32 QAM. Það er ýmsar leiðir til þess að raða upp þessum punktum sem ég ætla ekki að fara meir út í. Þarna er önnur mynd af þessu, hérna er ein mynd sem að, hérna erum við með 32 QAM. Ef það kemur suð inn í kerfið, þá lýsir það sér þannig að það er eins og punktarnir stækki og fletist út. Þannig að þá er eins og þessi hérna punktur og þessi hérna punktur verði svona einni klessu. Þá er orðið erfitt fyrir okkur að segja hvor punkturinn það er sem við erum að taka á móti. Þetta er sem sagt, þá er augljóst fyrir okkur að það er miklu meiri hætta á að suðið hafi áhrif hér í þessari mynd heldur en í þessari. Þannig að það er suðið sem ræður því hvað við getum sendt mörg tákn yfir rásina á sekundu. Það er ekkert svakaleg takmörkun, þess að ef að suðið er nógu lítið að þá getum við bara sendt gríðarlega mikið, ég býtu nú við. Þá er ekki mikil takmörk, þá eru það í raun og veru ekki takmörk, en þetta er háð lógaritma. Þannig að það vex mjög lítið fyrir hverja bætingu í suði þegar við erum komin með mjög gott merkið suðshlutfall. Vægi suðsins, það verður breytilegt eftir hvort það sé verið setja hljóð eða mynd eða passvorðið á reikningana mína í kortinu. Því að þótt að hæð í hljóði breytist, þá breytir það ekki hljóðinu. Innihaldi textans tónlistarinnar. Sama ef það senda mynd, þá náttúrulega í volkursinu rautt eða mikið órans. Er þá sittur mótun eftir hvernig gögn er verið að senda? Nei, það er kannski ekki sitt hvor mótunin, en þarna erum við komnir að þessu sem ég var að tala um áðan sem er þessi lindarkóðun eða source encoding. Þannig að ef þú ert að senda passvorðið þitt á tortólu
að þá notarðu einhverja ofboðslega svona flotta eða sterka kóðun til að kóða það. Já, en það sem við sko að biti má ekki mistúlka film. Nei, en þú kemur í veg fyrir það þegar þú ert að senda passvorðið þitt að bitin mistúlkist með því síðan að setja svakalega mikla villu leiðréttingu í kringum þetta svakalega stóra kóðaorð sem þú varst að senda. Þetta er gert til dæmis þegar gagnagrunnar er að tala saman. Það má ekki koma ein einasta bitavilla. En þegar við erum að senda tal, að þá skiptir ykkur bitavilla á og til engu máli, heyrist ekki einu sinni. Er ekki hljóðið þjappað og þá... Jú, þetta er allt þjappað. Og leður búin að þjappa þá getur biti fara að skipta máli. Ein bitavilla skiptir jafnvel ekki máli þó það sé þjappað. En auðvitað skiptir hún meira máli, það er rétt hjá þessu. Og eins er í sjónvarpinu, við tökum ekki eftir því þó að einhver pixel verði vitlaus öðru hvoru. Ég sá í útsölu í heimilistækjum, það var rosalega flott sjónvarp, 55 eða 65 tommur, ég man það ekki, á 100.000 kall. Það var vegna þess að það var 1 pixel ónýtur. Ég var næstum búinn að kaupa þetta. Nú aðeins það sem kallaði spread spektrum, ROV dreifimótun er þetta kallað á íslensku. Það er þetta sem er notað í GPS. Það er þetta sem að sellurnar anda sem ég var að lýsa áðan. Og það hefur nokkra kosti, sem sagt, umfram aðra fjarskiptara aðferðir. Það er lítið næmt fyrir suðu og truflunum og við afmótun safnast merkistættirnir saman úr víðu tíðnirófi og mynda þröngt merki. Þannig að merkið rís upp úr suðu, mjög flott. Það er þetta sem gerist í GPS. GPS-tunglin, þau nota þessa mótun. Þau eru í 20.000 km hæð, senda merkið út til okkar og það er hérna, ef ég man rétt, 20 eða 30 desibel undir því sem við köllum suðbotnin í radíói. Og það er ekki fyrir að viðtækið fer að leita að gervitunglinu og að það fer að safna saman orkunni í ROV þáttunum allt í kring og þegar það finnur það þá rís þetta upp úr suðinu. Það er mjög erfitt að hlera svona fjarskipti. Og svona fjarskipti þau geta verið á sama tíðnisviði, á sama tíma og samt ekki trufla hvert annað. Eins og GPS-tunglin, við erum með oft kannski 12 tungl, en þau trufla ekki hvert annað. Og eins er í 3G. Og þið sjáu náttúrulega strax í hendi ykkur í hvaða notkun er þetta alveg rakið. Það er náttúrulega hernaðarnotkun. Þetta verður með fjarskipti sem að fólk heyrir ekki, veit ekkert um. Og það er þessi merkilega kona sem á heiðurinn að þessu. Hún hét Hedy Lamarr, var Hollywood-leikona 1913 til 2000, ævin hennar, og hún flúði frá Austurríki til Bandaríkjanna árið 1940 og var þar með einhverju tónskáldi að vinna þessu spread spektrum dæmi og fékk mér að segja einkaleyfi 42. En hún notaði það aldrei til þess að þéna pening á því, hún vildi nota þetta sem sitt framlag til þess að bandamenn inn í stríðið. Þannig að þetta er svolítið merkileg staðreynd. Hlaupum bara yfir þessa. Hérna er þessu aðeins lýst, sko. Þetta byggist á því að það eru svona kóðar sem kallað eru gervisuð eða pseudo-noise búnir til. Og hérna er slíkur kóði og hann hefur
þá eiginleika eiginlega, þó við vitum ekkert hann fyrirfram, en við vitum hérna kannski hvernig hann leit út, nokkura bita hérna aftur í tímann, að þá segir það okkur eiginlega ekkert hvernig næsti biti verður. Það er svona, hann hefur svona random náttúru. Það þýðir það að hann hefur breytt tíðniróf. Og ef við síðan bara XORum svona kóða við hérna gögnin okkar, þá dreifist orkan í þeim yfir svona stórt tíðnisvið. Og síðan förum við á móttökustaðnum að hafa sama kóða búinn til í viðtækinu til þess að bera saman við það sem kemur inn. Og þegar við finnum matsið, þá náum við gögnunum út. Þetta er mjög skemmtileg tækni að pæla í. En ég ætla ekki að verja meiri tíma í hana samt. Það er þessi svokölluðu sjálffylgni eiginleikar kóðans sem að skipta hérna máli. Og það er að þegar að tveir, sem sagt, þegar sami kóði stenst algjörlega á við sjálfan sig, þá er sjálffylgni fallið svona hérna, hátt og mjótt. Og það er ástæðan fyrir því að við getum nota kóðana til fjarskipta. Síðan eru það þessar mótunaraðferðir með mörgum burðarbylgjum. Og það byggist á því sem kallað er að burðarbylgjurnar eru hornréttar, hver á aðra. Og hérna er þetta grunnlögmál hornréttunar sem felst í því að ef við erum með tvö merki, við margföldum þau saman og tegrum síðan yfir margföldið, þá kemur 0 út. Og þetta er hægt að búa til svona burðarbylgjur hérna á nokkurum tíðnum, kallaðar undirburðarbylgjur, og svo er hægt að móta gögn inn á hverja undirburðarbylgju, eins og maður vill. Og ég ætla nú ekkert að setja mikinn tíma í þetta, en hér sjáum við svona mynd af þessu. Þetta er svona kölluð sinkfall eða sinus x deilt með x. Og hér er einu undirburðarbylgja og nákvæmlega á þeim tímapunkti þegar hinar eru í max-gildi, að þá er gildið á þessari hérna 0. Og þannig eru þær allar hver gagnvart annarri. Akkúrat þegar þær eru í max-gildi þetta er ekki vel teiknað á þessari mynd, en þá er sem sagt gildið á hinum 0. Það sést betur hérna. Þetta er alltaf 0, nákvæmlega þegar einhver er í maximum, þá eru hinar akkúrat 0. Hitt er svona rosalega heppilega á. Og þetta er hornréttan í þessu. Og á þessum grundvelli þá er þetta að hafa svakalega stutt á milli burðarbylgjnanna og móta gögn inn í þær sem að og magnið af þeim gögnum fer eftir merkissuðshlutfallinu í hverri burðarbylgju. Og þetta er notað til dæmis í DSL, ADSL og FDSL, og þetta er notað í LTE, þetta er notað í WiMAX og Wi-Fi. Þannig að þetta hefur verið svona svolítil yfirburðatækni núna frá, hvað á ég að segja, 99, eitthvað svoleiðis. Og er svona einn af þáttunum í þessari fjarskiptabyltingu sem við höfum upplifað. Og á þessari mynd þá, ég ætla ekkert að fara í hana neinu viti, nema að segja ykkur aðeins að þessu hérna, að hér til þess að búa þetta til, þá er notað það sem kallað er FFT, Fast Fourier Transform. Og nú til dags, og alveg síðan cirka 1995, eitthvað svoleiðis, þá hefur verið frekar auðvelt að gera þetta FFT í merkjareiknum, í signalprocessorum. Og svo með tímanum náttúrulega hægt að gera stærra og stærra FFT eftir því sem að merkjareiknarnir verða öflugri. Og þetta FFT, það er nákvæmlega grunnelementið í þessum OFDM, þessari OFDM-mótun. Það er raun og veru OFDM-merki sem kemur út úr FFT.
Þannig að á þeim grundvelli vinna öll þessi tæki okkar í dag. Síðan sjáið þið hérna að gögnin koma hérna inn á serialformi og þeim breytt yfir í samsíða eða parallel form. Og það þýðir í raun og veru, við getum ímyndað okkur, við værum hérna með 4 bita. Og það tekur eitthvað ákveðin stuttan tíma að senda hvert bita. Hins vegar, ef við sendum þá alla samtímis, parallelt, að þá getum við tekið miklu lengri tíma, eða sama tíma í það, eins og áður, en hver biti tekur 4 sinnum lengri tíma. Það þýðir það að þegar bitarnir taka á svona miklu lengri tíma, þá verður kerfið minna næmt fyrir endurköstum í umhverfinu. Þá gætir þeirra ekki eins mikið áður. Vegna þess að endurköstin, þau fara ekki alveg sömu leið og beinabylgjan, þau fara aðeins lengri leið. En þessi langa leið ekki það mikið lengri að hún skiptir voða litlu máli hérna þegar bitarnir eru svona langir, en miklu máli ef þeir eru svona stuttir. Þannig að í þessu felst deyfing á margleiðahrifum, eða multipath. Multipath, það svona grundvallar vandamál allra radíófjarskipta, hvað á ég að segja, ekki alveg síðan Marconi byrjaði, en svona svolítið hátt í það. Og allt í einu þá bara leystist það og svo kemur MIMO-tæknin, þessi sem ég var að tala um áðan, þá bara orðið voða fínt að hafa multipath. Þá bara bætir það. Getum við jafnvel fengið meiri bitahraða út af það. Þannig að þetta svona undur tækninar. Þetta var ég búinn að segja, já, nema ég sagði kannski ekki digital audio broadcasting og digital video broadcasting. Ég heyrði það daginn að Norðmenn að hætta með FM útvarp og fara í þetta digital audio broadcasting eingöngu. Áttu von á að það gerist hérna, Örlygur? Já. Og þau sögðu mér að þeir verði allt svo frá Skandinavíu og voru með rekkaflum tækjum hér. En maður það fólk út eftir í dag, þá gæti þetta verið komið eftir kannski 5 ára eða 10 ár. Ok. Og ég reikna með að það verið miklu erfiðara að fá svona analog digital konvertið eða útvarpsbeldur og svona. Já, ég sammála því. Já. Já. Og væntanlega kostar svona útvarpið ekkert voðalega mikið. Þetta búið að vera til í 20 ár, þessi tækni. Voruð dýr, já. Ok. En það engin tæknileg ástæða fyrir því að þau ættu að vera dýr í dag. Sko, þessi farsími myndi rúlla þessu upp með hendur bundnar og baka aftur að taka við þessu. Ef hann væri gerður til þess. Nú síðan getum við litið á þetta kannski aðeins á annan hátt líka, til dæmis í Wi-Fi. Þá það náttúrulega svona innan dyra og maður lendir kannski einhvers staðar á stöðum heima hjá sér, akkurat í svona deyfingarpunkti. En þá getur verið gott að vera með OFDM, sem á dálítið breiðu tíðnisviði, vegna þess að þessi deyfingarpunktur, hann kannski bara á pínulitlum hlut að þessu deyfingarsviði. Nei, þessu tíðnisviði. Þannig að þá ætti kerfið að vera nógu sniðugt og færa gögnin á tíðnir innan þessa OFDM sviðs, þar sem eru betri styrkur. Ok. Ég var reyndar eftir að tala um hérna bitastokkun eða interleaving. Það fyrirbæri sem mikið notað í þessu. Það að henda bitunum svolítið til í röðinni. Þannig að ef að einhverjar tíðnir, einhverjar burðarbylgjur lendi í því að deyfast mikið á leiðinni, að þá gerir ekkert endilega til þó að þær detti út. Vegna þess að bitarnir sem eru þar,
Þeir eru hér og það, hérðan og þaðan úr heila bitaströmmnum. Og þá geta villuleiðréttingar mekanismarnir jafnvel leiðrétt fyrir vandamálinu. Það er það sem þetta interlífing gengur út á. Ég ætla ekki að fara meir út í það. Hér er sýnt svona hvernig þetta er að gerast í 4G. Hérna eru þessar burðarbylgjur sem eru sendar á ákveðnu tíðnisviði og síðan eru þessi svokölluðu guard interval á milli plús það að bitarnir eru lengri og þetta dregur allt saman úr áhrifum margleiða hrifana. Og aðeins að hlaupa áfram. Sleppa þessari. Það er einn galli við þetta OFDM. Hann er sá að það er aflhlutfallið. Þegar að OFDM þarf mikið afl, þá þarf það rosalega mikið afl. Og þegar það er bara í venjulegri keislu, þá er eitthvað meðalafl í gangi. Og þetta hlutfall er rosalega hátt í OFDM. Það er það hátt að það hentar ekki að búa til sendi sem er svona lítill fyrir þessa tækni. Þetta er allt í lagi í grunnstöðunum, en þetta gengur ekki í farsímónum. Þess vegna er notuð önnur tækni þar sem er kölluð SCFDMA eða Single Carrier Frequency Division Multiple Access. Svona peak to average aflið er ástæðan fyrir þessu. En ég hef ekki tíma til að segja ykkur meira um þetta. En þið vitið það þá að farsíminn tekur við OFDMA og sendir frá sér SCFDMA. Svo eru þessir resource blocks í LTE eða bjargabútar sem ég kalla. Þeir eru þannig að við erum með ákveðin fjölda af burðarbylgjum í þessu OFDM og við getum allokerað einstökum burðarbylgjum á einstaka notendur. Og einstakir notendur geta líka fengið burðarbylgjurnar á ákveðnum tímum. Eins og hér fær notandi 1 hérna á þessum tíma, hann fær hérna eina blokk, nokkrar blokkir, 3 sýnist mér, og fær þær í hálfa sekúndu. Notandi 2 fær hérna nokkrar blokkir í hálfa sekúndu, notandi 4 er kannski eitthvað stað hér, notandi 5 er hér og svo framvegis. Þannig að þetta er svo sveigjanlegt kerfi að það getur úthlutað björgunum, resursunum til notendana eftir því sem notendarnir þurfa. Þannig að ef að félagi Kristinn er að streyma einhverju vídeói, meðan hann er að því, þá fær hann alveg helling af útlutunum, meðan að ég greiði kannski bara í e-mail og þarf bara eina blokk öðru hvoru. Og þá er kerfið nógu snjallt til þess að geta þetta. Já, það kemur til móts við það. Það gerir það. Þannig ef að krakkakvikindin á þjóðhátíðinni er öll í vídeói á sama tíma, þá getur það verið erfitt. Já. Fjölvin og Mimo. Þessi kall er Írani og heitir Alamuti. Og hann birti pappír, held ég 90, ég man ekki hvernig það var, 95, nei 98, sem hann kallaði þetta Simple Transmit Diversity Technique for Wireless Communications. Þetta var upphafið að alveg nýrri byltingu, sem er þessi Mimo-bylting. Það er að segja, hann sagði í þessum pappír að það væri alveg jafn gott að vera með fjölvun eða diversity á sendistað eins og að hafa það á móttökustað. En best væri að hafa það á báðum stöðum. Og með þessu að þá er hægt að bæta merkishlutfallið og bit error rate og
sem sagt upphafið að alveg nýrri aðferðafræði og grunnurinn að þessu sem er kallað MIMO. Ég ætla að hlaupa svolítið hratt hérna yfir. MIMO, Multiple Input, Multiple Output, það gefur möguleika til að nýta fjarskiptarásir enn betur en hingað til. Það er svona þrír hættir við notkunin á því. Það er það sem heitir sendifjölvun eða diversity, eða bara fjölvun reyndar. Þá er sami gagnastraumur sendur frá mörgum loftnetum til að nýta margar leiðir til að skila merkinu sem bestu. Síðan er eitthvað sem heitir rúmfléttun eða spatial multiplexing. Þá eru margir gagnastraumar sendir samtímis á sömu tíðni en eftir mismunandi leiðum og gagnahraði margfaldast. Þá eru þeir í raun og veru sendir út bara frá sama tækinu á sama tíma á sömu tíðni en móttakarinn getur reiknað út aðskilnað á milli þeirra eftir hvaða leið þeir fóru. Og á þessu byggist þessi rosalegi hraði sem við sjáum í LTE. Síðan er þriðja leiðin, það er útgeislunarmynd loftneta formuð, eða beamforming. Þá eru loftnetin þannig, þetta eru kannski 4 loftnet sem eru að senda út. Þá er hægt að senda merkin inn í þau undir mismunandi fösum, þannig að útgeislunarmyndin hún breytist og hún getur verið þannig að hún elti notandann. Þetta er allt saman möguleikar í MIMO. Það sem er kannski mest horft á, það er þessi hérna, margfalda gagnahraðan. Og þarna sjáum við, þetta er nú stundum ekki fallegt að sjá. Þarna er sem sagt tæki með 6-földu, eða 6x6 MIMO möguleika. Af því það er með 6 loftnet. Nú, við erum með MIMO í Wi-Fi, við erum með það í LTE og fjöldi MIMO-strauma er sami og fjöldi loftneta á búnaðinum. Svo getum við verið með, það er kannski það nýjasta, það er multi-user MIMO. Þá fá einhverjir farsímar bara 1 straum, einhver spjaldtölva getur fengið 2 og kannski sjónvarp getur fengið 4 strauma. Þetta er sem sagt tæknileg staðreynd í dag. Allt á sömu tíðni, allt á sama tíma. Það er rúmið sem aðgreinir. Og hérna er svona smá stærðfræði sem á að útskýra þetta. Maður setur upp svona líkan af rásinni sem er á milli loftnetana hjá sendi og viðtæki. Og það eru síðan aðferðir til að reyna að meta þetta fylki. Maður tekur sem sagt á móti straumnum Y eða merkinu Y, en merkið X var sent, þannig að okkur langar að finna hvað er X í raun og veru. En það sem við fáum, það er þá þetta X, þar sem að þetta fylki er búið að hafa áhrif á það, svo fáum við suðið líka. Og þeir sem kunna línulega algebru, þeir sjá að til þess að reikna X, þá þurfum við að margfalda Y með andhverfafylkinu og suðið margfaldast líka með andhverfafylkinu. Þá getur maður sagt strax, suðið verður að vera svakalega lítið til þess að það hafi sem minnst áhrif og til þess að þetta virki. Og þetta fylki þarf að vera andhverfanlegt, sem þýðir það að þessi straumar eða leiðirnar þurfa að vera eins óháðar eins og kostur er. En þá virkar þetta og þetta virkar undir ótrúlega mörgum kringumstæðum. Og hér er þetta sýnt potensial hvað þetta getur margfaldast mikið. Þegar maður notar þetta MIMO, þá er þetta þessi tala N, það er fjöldi loftnetin á hvorum stað. Ef þetta væri bara einfalt kerfi, single input, single output, þá er þetta gagnahraðinn, samkvæmt reglu sem er kennd við Shannon. En þegar við erum með N loftnet á hvorum stað og erum að nota þetta í
til þess að margfalda getuna, þá margfaldast bara gagnaflutningsgetan með n. Þannig að ef hún er 25 megabitar með einu loftneti á hvorum stað, þá verður hún 100 megabitar með 4 loftnetum á hvorum stað. Það er það sem að þess vegna geta símafyrirtækin sagt LTE, það er 100 megabitar. Af því í grunninn er það bara 25. Það er nefnilega, þarna ertu komin að þessari hrikalega spennandi spurningu. Það sem að rannsóknirnar ganga út á í dag er kallað Massive MIMO. Þá erum við að tala tugi eða 100 loftnetta á hvorum stað. En til þess að geta haft svona mörg loftnett, þá þurfa þau að vera alveg pínu lítil. Það þýðir að við þurfum að gera þetta á rosalega háum tíðnum. Og það er eitt af því sem að 5G byggir á. Geta haft svona kannski 100 loftnett á hvorum stað, notaði í MIMO. Þannig 100-faldað gagnaflutningsgetuna. Og hérna eru að mér skilst mælingar og við sjáum hérna að við erum með, segjum bara að við séum með, þetta er sem sagt bara einföld rás og tökum hérna eitthvað þægilega punkt, þennan hérna, 5 megabitar á sekundu við 17 decibel. Það fer hérna 5, ef við erum með 8 x 8 MIMO, hérna, og fáið þennan punkt, það er eitthvað tæplega 40. 5 x 8, það er 40. Það virkar. Og meira að segja virkar þetta alveg þokkalega fyrir veikari merki og það kemur mér svolítið óvart. Þá erum við loksins komin í 5G ef þið nennið að hlusta á það. Ég skal fara hratt yfir. Þetta er svona mynd sem að Evrópuverkefni hefur sett fram 5G. Hér koma fram alls konar hugtök. Hér er til dæmis ephemeral network. Það er net sem er bara til skamms tíma. Það er bara sett upp í smástund og svo hættir það að vera til. Það er hérna UDN, Ultra Dense Network. Massive MIMO, sem ég var að tala um á það. Hér eru fleiri, device to device, moving network, ultra reliable communications. 5G á að verða eins og gamla símakerfið með 5 nýjur í áreiðanleika. Massive machine communications, ultra dense, já. METIS-verkefnið setti fram, það er annað Evrópuverkefni. Þessi þjónustu hugtök, Massive Machine Type Communications, Ultra Reliable og XMBB, Extreme Mobile Broadband. Vegna þess að þetta á að þola alveg hrikalega mikið hraða á notandanum. Ég sýni ykkur það hérna, hleypar yfir þessa mynd, bara sýni ykkur hana í smástund, hún er svo flott. En hér er mynd sem er dálítið mikið notuð. Ef við byrjum á gagnarhraðanum, 4G er þetta hérna dökka, 5G er þetta hérna fyrir utan. 4G er 100 megabitar, 5G á að vera 10 gigabitar. Þannig að, hvað er það? Er það 100-falt? Mobility, það stendur reyndar ekki hvað 4G þolir mikið hraða, en 5G segja þeir að ná eða þola 500 km á klukkustund. Já, já. Fjöldi notenda á hverri sellu eða eitthvað, 1000 hérna, nei á ferkilometra fyrirgefið. 1000 fer upp í 1 milljón. Orkunýting 10%. Ég trúi þessu reyndar ekki, sko. Hvað með það? Hvað tekur langan tíma að setja upp kerfið? 90 mínútur versus 90 daga.
Ég á svolítið erfitt með að trúa þessu líka, en svo þeir setja þetta fram. Ef þú ætlar að setja upp 4G, já, bara á einhverjum stað, þá takir það 90 daga, segir. Hvað tekur það langan tíma, Kalli? Það fer eftir því, já. Ég veit ekki miðað hvað þetta er. Já. Já, það er allavega þoturnar fara hraðar en 500. Þetta er miðað við að halda uppi ákveðnum gagnahraða, sko. Þess að hraðinn veldur dopplerfærslu, það er vandamálið í þessu. Og líka ef að flugvélin er að fljúga, sko, ef að farsíma sendir henni hér og hún er að fljúga eitthvað staðar hérna, þá er kannski relatívu hraði fyrir eitthvað lítill. Hann er meiri ef hún er að fljúga beint að sendinni. En það er rétt, og gagnvart tali, rásaskiptu tali, þá er þetta ekki eins krítískt, eins og gagnvart einhvern svakalegum hraða á gögnum. Nei. 99,99% áreiðanleiki í 4G, 5,9 í 5G. End-to-end latency, það er að segja senkunin, 25 millisekundur í 4G, 5 millisekundur í 5G. Og þarna er, ég held að það sé þetta sem skiptir mestu máli. Það er upp á sjálfvirku umferðina. Síðan þessi hérna skrýtna tala, mobile data volume, 10 terabit á sekundu per ferkilometra. En í 4G er það 10 gigabit á sekundu per ferkilometra. Og ég fabúleraði svolítið út frá þessu. Það er sem sagt hérna 1000-földun. Og ég hugsaði mér hérna stóran fótboltavöll. Ég minnir að hann sé eitthvað 0,1 ferkilometri. Ég reiknaði þetta fyrir dálitlu síðan, en það skiptir ekki máli. Sem sagt 10 gigabitar í 4G verða 10 terabitar í 5G, 1000-földun. Þetta þýðir 70.000 gestir á þessum fótboltaleik. Þeir geta tekið við eða sendt 3 megabit á sekundu samtímis. Ég var í Liverpool á laugardaginn. Það hvarflaði ekki að mér að fara að taka upp farsímann og gera eitthvað við hann. Þannig að, ok, hver ætlar að nota þetta? 7.000 gestir, þeir gætu verið að senda 30 megabit á sekundu. En þá getur líka alveg setið heima. Já. Nú ég reiknaði út svona geira í 4G, 400 metra radíus á þjónustusvæðinu og það eru 4 geirar. Og 2 svona stykki, þau gefa okkur 8 gigabit á sekundu per ferkilometra, sem er mjög nálægt 10. Þá miða ég við að það væri 10 bitar á sekundu per hertz sem að mótunin leyfir, tiltölulega mikið. Í 5G kerfi, ef við ætlum að gera þetta sama og erum með, þá þyrftum við til þess að fá 1 ferkilometra, þá þurfum við 10 sellur sem eru 180 metrar í radíus. Bara dæmi sem ég lét mér þetta í hug, prófaði. Það er að segja 250 gigabitar á sekundu í hverjum geira. Og ég hækkaði rófnýtinguna í 15 bit á sekundu per hertz. Samt sem áður fékk ég að bandbreitin sem þarf, þá í hverjum geira, er 17 gigahertz. Og hvaða póst og fjar í heiminum ætlar að úthluta ykkur 17 gigahertz bandbreitt á einhverju tíðnisviði sem er notað í dag? Er eitthvað póst og fjar sem ætlar að gera það? Og verður aldrei. Þannig að þetta gengur ekki.
Þannig að þá fjölgaði ég geirunum og fór í 100. Og nú radíusinn komin í 60 metra. Þá erum við komin í 25 gigabit á sekundu per geira og þá verður bandbreiddin 1,6 GHz. Það kannski möguleiki að finna eitthvað póst og fjar sem til í að láta mann hafa 1,6 GHz, segjum í kringum, hvað ég segja, hvaða tíðni á ég segja, það eru 30 GHz eða eitthvað. Þá erum við konur í meiri möguleika. En við erum náttúrulega konur með Ultra Dense Network. Við erum með sellur að 60 metra radíus. Þannig að þetta er lögmálið sem ég var að segja ykkur af áðan. Við þurfum þéttara og þéttara farsímanett eftir því sem við erum með meiri hraða. Nei. En þetta náttúrulega verður aldrei svona yfir allt. Ég held reyndar ekki, sko. Já. Ég held að það verði ekki þannig. Ég meina þetta... Já. Nei, reyndar, nei. Nei, reyndar, ég gleymdi að reikna það, já. Það rétt. Já, þá getur þetta lagast svolítið við það. Það rétt. Já, ég held það og þá alveg ofboðslega þétt, sko. Það sem að er... Sko, það verður ábyggilega kallað 5G. En það byggist ekkit á þessari rosalegu tækni. Nei. Jú, þú getur það. Já, en þá þarftu líka að vera á tíðnisviði sem hefur næga langdrægni. Sko á 60 GHz nægir ekkert sjónlína, en á lægri tíðnum þá nægir hún og Já, en bara spurningin er til hvers dugar það? Það verður hægt að byggja náttúrulega mjög öflug farsímanett, það er alveg ljóst. En að það verði eitthvað 10 terabitar á sekundu per mann, það held ég að sé bara útópía. Við eigum í mestu erfiðleikum með að torga 50 megabitum. Við finnum ekki muninn á tengingun okkar ef hún er 50 megabitur og fer upp í 100. Við vitum það ekki, föttum það ekki. Er einhver hérna sem er í alvarlegu vandamáli í dag með svona tæki? Þá nefnir ekki náttúrulega fyrir, ég meina þú streymir að mjög auðveldlega í dag. Ég finn bara eftir þau, hvað er það streymir? Það er einhver 10 kílómetra, þá ekki verður dögum. Hérna er vegvísir og hér segja þeir sko þeir setja þetta náttúrulega svona upp sko hérna trials, tökum þetta bara trials 2020 5G deployment, já, það sé búið 2020 og ég held að svona hlutum senki nú alltaf, það er nú bara
reynslan, þess vegna sagði ég 2022 og svo kemur þetta hingað eitthvað síðar. Ég held að það verði ekki þessi gríðarlega þörf fyrir þetta sem að margir halda fram og náttúrulega er alltaf svona tækni, hún er alltaf í hæpkurvu sko. Hæpið það vex og vex og vex og svo kemur tæknin fram og hæpið minnkar og minnkar og minnkar og annarkvort er tæknin góð eða ekki, hún annarkvort deyr hún eða lifir og þetta er bara einhver sjálfsagður hlutur. 4G er að verða sjálfsagður hlutur fyrir okkur í dag, er það ekki? Já, þeir eru að vona það. En verið alveg vissir um það, strákar, það verður alls konar tækni kölluð 5G. Bara núna á næstu árum. Þó hún hafi enga innistæðu fyrir því að vera kölluð 5G. Það er markaðsfólkið. Jú, ég kem að því núna. Það er þessi kall hérna sem er með þetta áþreifanlega internet. Nennið að sitja undir þessu lengur, nokkrar mínútur. Hann heitir Gerhard Fettweis, hann er sem sagt prófessor í Dresden og hann segir internetið verður áþreifanlegt. Og hvað meinar hann með því? Hann meinar það að það sem við erum með núna í internetinu, það eru gögn sem flæða og við notum þau til að horfa, við lesum þau, við hlustum á þau, en gögnin á næstu árum, áratugum, verða að hafa áhrif á okkur, verða áþreifanleg. Og það þýðir það að skilyrði fyrir því er að seinkunin verði bara fáar millisekúndur. Og af hverju þurfum við að hafa svona fáar millisekúndur? Það er bara dæmi úr daglegu lífi sem er aktuelt núna. Bolti sem er kastað, ef ég myndi kasta bolta bara svona, eðlilega, þá fer hann 10 metra á sekk. 1 sentimetra á millisekúndu. Aron Pálmason, hann nær að koma honum á svona 130 km á klukkustund. 36 metrar á sekk. Og það er bara fáar millisekúndna seinkun milli augna og handa og það þýðir að við getum ekki gripið boltann. Og þetta á við marga aðra þætti í daglegu lífi og náttúrulega tala nú ekki í umferðinni. Og fjarskiptanet þurfa þess vegna, já þau eiga að þrengja sér svona inn í daglegt líf okkar, að hafa svona litla seinkun. Og þarna er sýnt dæmi, hér er búið að setja seinkun á þennan mann frá augum til handa upp á 5 millisekúndur. Og hann grípur boltann svona ofan á hann. Hann nær að grípa hann, hann grípur ofan á hann. Ef að seinkunin væri orðin kannski 15, þá sennilega missir hann boltann alveg. Ljóshraðinn, okkur þykir hann alveg ofboðslega mikill, 300.000 km á sekúndu, en það eru bara 300 km á millisekúndu. Það er kannski ekki rosalegt, sérstaklega þegar við tölum að þegar bylgjan þarf að fara fram og tilbaka, eins og í farsímanetti, þá eru það 150 km á 1 millisekúndu. Og töf í fjarskiptabúnaði bætist við þetta og við viljum halda náttúrulega heildartöfin eins lítill og hægt er. Þannig að við erum að tala sellustærð út frá þessu, kannski 15 km. Hvað svoleiðis? Og svo ef við förum að hugsa gagnaúrvinnsluna, að þá sjáum við að hún þarf að færast nær og nær notandanum út af þessu vandamáli. Þannig að það sem er kallað ský núna, það verður þoka. Þokan er þegar skýin koma til okkar. Þannig að þá verður cloudað fog og þá erum við konum með fog computing. Og svo er þetta sjálfkeyrandi umferðin og þetta myndband frá Fettweis segir að út frá reglunatækninni, reglunatækni bílana, þeir eru svona annarra gráðu reglunakerfi og þegar við erum búin að setja nokkra bíla saman þá verður það óstöðugt og hann er hérna með demo á því, ég ætla að sýna ykkur.
basically what you don't want to be happening to you in a car in a downtown situation. Og þetta ástæðan fyrir því að sjálfvirk umferð, hún þarf að hafa miðstýringu til þess að vera stöðug. Við getum ekki treyst á búnaðinn borð í bílunum til þess að gefa okkur stöðugt kerfi. Það allt í lagi einn og einn bíll, en þegar að margir eru komnir, gengur það ekki. Þess vegna fáum við enga sjálfvirku umferð fyrir en að 5G kemur, þar að segja í ykkur magni. Já. Þá það miðlæga kerfið sem að stabiliserar umferðin. Og þetta var nú eiginlega lokin hjá mér. Fór aðeins fram yfir tímann, en ég get sýnt ykkur eitt myndband frá Fettvæs, eða sem hann hefur sýnt til gamans, nema þið hafið ykkur spurningar, fleiri. Þá sýni ég ykkur það myndband og það svona kannski, hann notaði þetta í fyrirlestri og sagði að svona verður þetta þegar að, ja, þetta demo sem ég lét gera, en það var bara lygi, sko. Þetta myndband bara frá náunga sem að gerði þetta sem listaverk. Það heitir Rush Hour. Þetta stendur fyrir bullshit films. Þar þetta svona, já. Já. Nú verður það líklega eftir minn dag, eins og ég sagði áðan. Ég hef ekkert hugmyndaflug í það. En ekki tíminn alltaf að minnka milli kynslóða? Nei, það held ég ekki. Þessi rosalega þörf fyrir gagnrýni ekki bara að vera komið vegna þess að vídeómyndir orðnar svo rosalega komið miklu. Já, sko, vídeóið ástæðan fyrir þessari rosalegu þörf fyrir gagnaflutninga. Það ein ástæðan. Og nú ætla ég að biðja ykkur að nefna mér næstu ástæðu. Við vissum alltaf vídeóið, en hver næsta ástæða? Já. En það ekki einhver vitlaus uppsetning? Á ekki að vera incremental breytingar? Já. Já, og þá á bara það að breytast hinum megin. Já.
Já, kannski þarna komin applikasjón. Svo þetta vatnar, sem þessu bara líkir líka. Já. Já. Vandamáli við Vaffer hjá mér til dæmis það að ég var með þetta á hausnum í 2 mínútur. Ég var svo sjóveikur að ég var að drepast næstu allan daginn á eftir. En það ekki út af tíminu að það ekki nógu raunverulegt fyrir þig? Þess vegna eru sjóveikur? Nei, það skilst mér að sé ekki. Mér skilst að sé vegna þess að heilinn hann skynjar eitthvað annað heldur en líkamann. Það vantar fleiri íbdir í þetta höfður. Meira gagn. Ég held að þetta sé bara svolítið grundvallar vandamál í Vaffer, virtual reality. En en hvað þarf það mikið gagnarhraða? 30 megabita? Já. En þarftu í raun og veru 4K? Sérðu muninn á 4K og 2K? Já, þú sér þann eða þú kemur alveg svona upp að. Já, ok. En skjárinn mjög lítill samt, þó hann sé 4K. Gagnamagna per lit, sko. Þannig að gera það. Og góð pælingin varðandi sjálfvirku bílana. Sem við tala í dag. Já. Hvað fallleikurinn fyrir bílum? Já, það þetta vandamál. Já. En ef við hugsum aðeins þetta, þá framleiðandinn, hann þarf að ákveða þegar hann setur forritið í bílinn, hvað á þessi bíll að gera ef það hleypur nú eitthvað fyrir hann og það verður að jafnvel að beygja frá og velta bílnum, kannski að drepa það sem í bílnum til að bjarga þessu sem að hljóp fyrir bílinn. Er þetta barn eða er þetta lamb eða hvað er þetta sem hljóp fyrir bílinn? Það er örugglega ekki auðvelt að komast að því og ef það er til dæmis barn á hann þá að ákveða, ok, ég drep barnið frekar en að drepa fjóra manneskjur inn í bílnum. Já. Viltu vera í svoleiðis bíl? Vilt þú verða valdur af því? Þetta gerist á sekúndubroti og það er algjörlega ósjálfráða viðbrögð. Já, það er það. En setupið hjá okkur þannig að við látum ökumanninn ákvörðunina. En bílaframleiðandinn, hann vill ekki taka þessa ákvörðun. Það þarf að vera einhver konsensus í þjóðfélaginu þessa ákvörðun. Það er kannski bara naspur í bílnum sem þetta bara velja. Það náttúrulega fullt af svona vandamálum í sambandi við þetta, sem ekki talað um. Það svo bíllinn minn, hann með rattar og hann raunir ef einhver myndi hlaupa þá reynir að stoppa. Hann tekur aldrei beygju eða nei. Nei, þú myndir taka beygju ef þetta verið barn. Ég einu sem lenti í því að smá krakki var hlið á stelpu og hann hljópar það. Og það var 2 akreina vegur og umferð, þannig að krakkin hefði aldrei komist yfir. Og ég get ekki, ef ég ætla að beygja út við hinn akreina, þá ég bara reykið sem næsta bíl og dreigist með. Og ef ég byggt út af, þá ég runna á grasinu og tekið stelpuna. Og ég bara fraus og nauðhemlaði. Svo stoppaði bíllinn og þá var krakkinn bara nálægt að ég ætti að sjá hann. En þannig var ég bara heppinn, sko. Þetta var rolla, hvað hefur það gert? Þetta var ekki stuð. Ég ringdi að bremsa og ég segir mér í þessu líka. Það er hillingur að fá þessu. Þetta er fyrst að koma með einn bíl og með einu bíl.
Nei, það er rétt. En þá býst ég við að komi alls konar önnur vandamál, sko. Við sem ökumenn, það eru sumir keyrandi og aðrir bílar eru sjálfkeyrandi. Þetta verður flókið innleiðingarverkefni. Þakka ykkur fyrir komin í kvöld.